Sæl verið og verið velkomin í myndband 2.9 að sækja upplýsingar föll. Mathfolk býr upp á mjög aðgengilega leið til þess að lesa sem skilgreiningar matlafalli. Og ef við viljum til þess fá stutta umfjöllum eitthvað fall í matlab, til dæmis bara falli linspace, við höfum notað það aðeins í kafla 1 og kafla 2, þá getum við í matlab skrifað hérna, þá getum við skrifað hérna help linspace í skipanarglugganum. Að við getum gert allar skipanir í skipanarglugganum. Svo lesið hérna. Þetta bara það sama og í bókinni. Sem svo. Linspace, linearly spaced vector. Þannig að kemur stutt útskýring á bara hvað áttu með nafninu. Linspace af x1 og x2 generates a row vector of 100 linearly equally spaced points between x1 and x2. Þannig að segja, þetta línulega jafndreiðir, bila punktar á milli x1 og x2 og við fáum 100 slíka punkta. Svona töluðum við fallið í kafla 1, þurftum svo sem ekki að vita mikið meira það, bara fáum 100 staka vigur á milli x1 og x2, svona. Svo kynntust við aðeins linspace í kafla 2, þá ákveðum við að tala hérna n-ið aukalega og ef við setjum inn 1, þá fáum við n marga punkta milli x1 og x2 og ef við setjum n saman sem 1, þá bara fáum við x2, þannig að undantekningin tekið fyrir og þurfum svo sem ekki velta fyrir mikið þessu og svo bara see also þurfum svo sem ekki þess aðstaklega en ef við erum kannski fleiri spurningar þá getur við gagnlegt að fylgjast með hvað see also sjá hvað föll matlab stingur upp á og svo hérna documentation for linspace, við vítum að þetta opnast gluggi og opnast hérna matlab documentation, þá fáum við mun meiri lýsingar. Hérna tekjum svona dæmi notkun, svo sagt hérna segir nokkurn veginn sama, hér bara formúlan, og hérna bara dæmi, hvað gerist ef við gerum linspace milli 5 og 5, og svo getum við ítt á open live script, þá getum við opnað sýnidæmi frá þeim, hérna fá 7 stök, hérna hér að sýnt, minus 5, minus 3,33, minus 1,0667, 0, 1,67, 3 og svo 5,0. Líka tala að það er hægt að hafa tvinntölur, þó við séum ekkert mikið spáð því. Og hérna er svo bara að vera að tala tölurnar. Þetta er tiltölulega stutt og einfalt fall, en svo getum við líka til að fá strax upp þessa ítalega umfjöllun, þá getum við skrifa bara strax doc linspace. Það fá upp sama glugga á áðan. Þannig að ef maður vill fá bara svona einhverjum upplýsingar þá fínt að skrifa bara help og svo nafnið á fallinu sem við vill skoða eða skipunni og svo doc ef maður vill fá ítalegra og sýnidæmi. Það eru oft sem eru kannski tekin 1-2 sýnidæmi hér ef þetta er mikið en doc hefur alltaf örugglega nokkuð sýnidæmi og stundum hlekk í fleiri sýnidæmi. Já, auðlit síða er svona skráning. Og svo getum við tala nokkuð gagnleg föll sem tengjast tölfræði. Til dæmis til þess að finna lægsta gildi eða hæðsta gildi í talnafylgi, gagnasafni, A, eða bara jafnvel venjulegt meðaltal, alltaf talnanna í A, einhverjum vigri, til dæmis. Getum við notað föllin min, max og min. Við vorum nú búin að tala sum af fylki í töfraferningnum og min, max og min virka á mjög sambarlan hátt. Ef við setjum inn fylki þá fáum við í hverjum dálki fyrir sig. Þannig að ef við búum hérna til clear CLC, close all og sem búum til fylki A hérna, ef við segja kannski hvað er randi hérna, þá skulum að setja við það upp bara minus 10 og fá bara ekkert bara grínur, kannski 6 dálka. Fáum við fylki svona. Svo getur við gett min af A og sér minnsta. Svo að sjáum við hérna 6, 10 og 3. 10 minnsta gildið, 3 er minnsta gildið og 10 mesta gildið hérna. Mínus 10 að minnsta. Þannig að maður ætla að berekna minnsta gildi í hverjum dálki fyrir sig. Og við stækkum fylkið til dæmis,
fáum við kannski eitthvað meira hérna. Minnsta talan er 10, minnsta talan er 7, minus 10, 7, minus 7, minus 8 hérna, minus 5, minus 8 aftur. Þannig það virkar á hvern dálk fyrir sig. Hittifallandi er nokkuð lýsandi og við höfum nú nokkur röstutangur hvað að gera, min, max og svo min. En ef við erum ekki viss högt við skrifa help. Segjum til dæmis að við séum með þetta fylki og viljum finna bara minnstu töluna í fylkinu eða vita meira hvernig fallið virkar. Help min. Það getur séð hérna. Þetta er svolítið löng lýsing. Minimum elements of an array. Okay? Array er bara fylki. M min of x is the smallest element in the vector f. If x is a matrix, m is a row vector. Stendur hérna row vector, línuvegur, containing the minimum element for each column. Minnsta gildi hvernig dálki fyrir sig. Hér svo sem verður að tala um tundulur, þurfum ekki að spá mikið í því. Og hér er bara tekið fram að ef við gerum m,i, alveg svo þegar við vorum að skoða size-fallið, við gátum fengið fleiri en eina breytum, við notum hotklofa. Og það er bara tekið fram að i er þá bara liðvísirinn þar sem að minnsta gildi er. Hér er bara tekið fram að ef það gildi kemur 8 einu sinni, þá er fyrsta gildinu skilað. Þeir taka fram svona einmis hliðartilvik sem er gott að veita. Hér er við setjum 2 fylki, við höfum svo sem ekki endilega alltaf mikið áhuga því. Og hér er tekið fram m min x og svo kemur hérna hotklofi all returns the smallest element of x. Þannig að hérna sjáum við, svona myndum við nota það ef við viljum fá minnstakildi í fylkinu öllu. Þannig að svona, svo all. Svo er líka að tala um mi, þá fáum við hérna indexin eða liðvísin, línlega liðvísin fyrir x, þannig að tekið fram eftir fylki. Alveg svo ef við gerum, þetta er nú svona svo, ef við gerum hérna a, skoðum þetta, þá er þetta sem við fengjum 4, þá 4 hérna, minus 10 það minnsta gildi í þessu vigri sem fengum. Ef við byrjum hérna, litvísir. Liðvísir 27, það gildi minus 10. Það sjáum við hérna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 18, 24, 25, 26, 27. Minus 10 kom fyrst skiptið fyrir þetta. Svo að gera aftur, liðvísir 15, 6, 12, 13, 14, 15. En svo getum við skoðað hérna help max og það er mjög svipað hérna. Það segja hér max all returns hérna fyrir returns the largest element of x. Það getum gert svipað fyrir það. Þannig að það er fínt að nota þetta til þess að lesa sér aðeins til. Svo er leitafallið find og annað gott fall sem gott er þetta ekki er find fall. Þetta er mjög gagnlegt að finna einhverja tölu í vigrum sem svo hér ef við segja hérna við ætlum að finna hvar a jafngildir 0 og þá fáum við hérna liðvísi 11 og 12. Þannig að ef við skoðum hérna 6, 10, 11, nei 6 fyrir 7, 8, 9, 10, 11 og 12. Nú kemur hvergi annars það fyrir. Ef þetta er fylkið að fá við sett liðvísina og við getum prófað að við setjum hérna inn liðvísar, þetta er hlutölu, við þurfum svo sem ekki þessi liðvísa að halda, ef við setjum þessi liðvísa inn í fallið, þá fáum við út 0-ina því við spurðum hvar er það 0. Og svo getur við sett hvar er þetta 1 og 10. Í staki 10 sem þetta er tilvílun hér og svo aftur hérna í staki 35. Hvar er staki 10? Talan 10, hvar er staki 35? Nú talan 10. Að við spurðum hvar er 10 í fylkinu A.
En við getum líka notað til þess að finna ákveðna stafi. Skoðum til sýndamiðina. Gefinu texti, halló, ég heiti Jón, engin koma hérna. Clear, close all og texti sem halló, ég heiti Jón og hérna notum við einfalda gæsalappir. Ok, og notið fallið find til þess að finna hvar í textanum bókstafurinn A kemur fyrir og svarið svo hversu oft bókstafurinn A kemur fyrir. Það getur svo því að texti hvar A til dæmis, við getum svo það saman sem find, alltaf að segja texti saman sem A og það getur hérna notað, ég nota einföldu gæsalappirinn aftur af því annars ef ég myndi segja hérna A þá kemur alltaf, það ekki til breyta sem heitir A. A kemur bara fyrir hér, halló, halló, svo getur við sagt hérna, ok, fjöldi A í texta kannski, saman sem, hér höfum við tvo valmöguleika, við getum notað numel af hvar A og þá séum fjöldi A í texta, 1 A í texta. Segjum bara að við breytum textanum halló, Arnfinnur, hvar ert þú? Stattur. Og þá spurningin, ok, hvar eru A-in í textanum? Þau eru þessum þeirra stöðum, liðið sér 2, hér og hér. Þannig að fjöldi A í texta 3. Hérna, ef maður myndi vilja til þess að finna öll A-in í textanum, hérna sjáum við Arnfinnur, hérna eitt stórt A, þá þarf maður líka maður þarf að segja A, sem find í texti, sem, hvar er A í textanum? Þá veitum það kemur fyrir staki 7. Svo getum við líka sagt texti sem A, hvar er að segja A, þetta stórt A. Það getur sagt, ok, ég ætla að finna hvar er texti saman sem litla A eða hvort var þetta eða þetta merki fyrir eða. Já, hvort er þetta A texti eða A. Finna hvar er, þannig að hér finnur þetta hérna annarkvort A eða stóra A. Þannig að þá erum við búin að gera ráð fyrir báðum. Þannig að ef við viljum taka fram fjölda stóra A og litla þá er þau 4 en lítila 3 og 1 stórt A 1 og ja, þetta svo sem fann bara fjöldi litla A í texta. Já, hérna kemur fyrir bókstafurinn A kemur fyrir einu sinni. Hérna stendur sinnum að því að var gert ráð fyrir að kemur fyrir oftar en einu sinni kannski. En hér væri áhugavert að segja hvernig myndi maður stýra þannig. Ef að fjöldi er bara 1, þá myndum við skrifa sinni. En ef fjöldin er meira en 1, þá myndum við segja sinnum. Hver þetta að bæta við hérna til þess að prófa það? Nú, einfalt væri að nota bara if fjöldi A saman sem 1, þá stendur sinni, else eða annars, skrifum þetta. Það leyfir ykkur að prófa það heima. Og hér í þessu sýndæmi þá var haldið áfram bara að prófa L. Hvað er L? Það kemur stækki 3 og 4 hérna. Halló. Og svo getum við líka fundið hver orðaskilin eru. Það segja hversu mörg bil eru. Þannig að bilin þá setjum við inn hvar er bil. Þessi bókstaf hér er bilstafurinn. Bilin eru 6, 9, 15. Það segja hér, hér og hér. Og hér er spurning að varpa fram. Fjöldi bil er 3 í textanum. Hvað má áætla á orðin séu mörg? Ætli sé eitthvað samband? Önnur spurning. Heimaverkefni. Ef við erum við þennan texta og gerum hvað
text sem R, hvar ætli við finnum R í texta? Vistu þetta sýnda mér samt Ctrl S sýnda mér 2.29 29 það er greitt 29 algengt fall í tölfræði min, max, mín og mód. Hvað gerir fallið mód? Það var svo sem spurt hérna svo var. Gefið gagnasafni úrtaki í 1/10 fylgi A. Notið MATLAB til þess að finna lægstu töluna í A, hæstu töluna í A, venjulegt meðaltal talnanna og tíðasta gildi í A. Hér sjáum við þó að A sé raun og veru fylgi sem með eina línu og 10 dálka. Það fáum við samt ekki lægstu töluna í hverjum dálki fyrir sig. MATLAB snjallt þarna ef það bara ein lína, þá fáum við lægsta gildi í riðrinum. En hins vegar ef línur er fylgdum 2 þá fáum við lægsta gildi í hverjum dálki fyrir sig. Lægsta gildi þessu talansafni 33 og það bara min á A, hæsta gildi max á A og þá sjáum við hérna það 171. Venjulegt meðaltal talna, það bara summa deilt með fjölda 110,9 og tíðasta gildið mót stundum við á því, það 33, því 33 kemur fyrir 2 sinnum. Og hér bara haldið fram, við vorum búin að skoða þetta. Bara texti sem fylgir því sem við gerðum áðan hérna, vorum að skoða bera saman. Því að fyrsta sem maður myndi kannski detta í hug, ok, ég tek min og svo finn ég minnsta gildi af minnsta gildinu. Þá þá fáum við vissulega 33 sem er minnsta gildið og 171 sem er mesta gildið í staðan fyrir að segja hérna ekki 33 og svo aftur hérna. En þetta þarf að passa sig að ef við skoðum hérna, í þessu gagnasafni hér, sjáum að 2, það er tíðasta gildið, það kemur fyrir hér, það kemur fyrir hér, hérna, hér og hér. En ef við gerum eins og við áðan, það að segja, fáum það er ekki sýnt hérna. Ef við myndum gera min og min á G, þá fáum við, ef við gerum min á G, nei, fyrir ekki, tíðasta gildið, fyrir ekki, þá sjáum við hérna að fáum 1 og 1 og 2 og ef við gerum aftur tíðasta gildið á þetta hér þá fáum við að 1 kemur oftast fyrir í þessari línu hér en 2 er samt tíðasta gildið í fylkinu þannig að þarna þarf maður aðeins að skoða það stendur svona 1 kemur fyrir hérna og 1 kemur fyrir einu sinni og 2 kemur fyrir 6 þannig að tíðasta gildið verður einhvern veginn að vera 2 þannig að við þurfum einhvern veginn að leita í öllu talnasafninu og þetta var svona svipað að skoða þannig þó við höfum ekki greint það hér er það greint. Það getur verið varsamt og það gera bara min af min. Nú vil frekar nota bara innbyggðarföllin og læra hvernig læt ég fallið skoða allt fylki í heild sinni til þess að vera alveg viss. En það er líka þetta að nota sneiðingu eins og við lært að bara breyta fylkinu í vigur, dálkvigur og þá er þetta bara einn dálkur sem er skoðað og þá fáum við rétt gildi fyrir það. Hvet ykkur til þess að pæla þess í þessu. Smá viðbót útprentun. Við notuðum fallið eftir þess að prenta tölur niðurstöður í skipunargluggunum. En við til dæmis notuðum prófstamerki G hingað til og það virkað ágætlega og nýtist ágætlega og lörðum að breyta fjölda aukastafa. Við prófum að skoða rótina 2 og gerum round og notum þetta saman. En ef við prófum til þess 2 tölur hérna, töluna 123,45678 eða töluna 1,234568, þá sjáum við fáum 3 tölur hér og 3 tölur hér, svo fáum við 1 tölu hérna og 5 tölur hérna. Það sé að námyndast hérna við 6 námyndast upp.
það er því að við notum prósentumerki G að fá alltaf 6 tölustafi, alveg sama hvar punkturinn er. En við getum aðeins stýrt þessu til þess að stjórna hversu margir tölustafi prentast. Þess að við fáum 6 tölustafi óbreyttu og ef við gerum punktur 3G þá þýðir að við ætlum að nota G, punktur 3 þýðir að við ætlum að nota 3 tölustafi birtast. Þannig að hérna sjáum við 3 tölustafi og hérna sjáum við 1 og svo 2 aukastafi. Þetta er óhendult ef við erum að spá í aukastafum. Stundum höfum við áhuga á að prenta alltaf samfélgd aukastafa. Þá farum við þetta í samhengi hvað við höfum áhuga á, en aukastafi er alltaf oft það sem stýrir því hvað við viljum sjá. Þá gerum við alltaf F. Þannig að punktur 3F þýðir F stendur fyrir fixed point arithmetic, minnum ég að stendur fyrir, bara F alltaf stendur fyrir fixed point, minnum það bara. Það þýðir að eftir punkti alltaf hafa 3 aukastafi, þannig að ef við gerum þetta fá alltaf 3 aukastafi. Því þessu tilviki að alveg saman hvað margir tölur fyrir framan punktin að fá við 3 aukastafi. Alveg saman hvað margir tölur fyrir framan punktin að fá alltaf 3 aukastafi. Og f-printf er það sem við nota mikið til þess að koma frá okkur, við notum disp aðeins á milli liða, en f-printf er það sem við viljum nota til þess að koma upplýsingunum frá okkur. Þannig að hér, fjöldi texta 3. Þá var náttúrulega alveg ferlegt að geta svona. Söktu við lagina og sagt ok, f-printf. Í textanum kemur bókstafurinn A fyrir G sinnum. Svo varum allar bóku við hérna, já, þú ætti að nota hérna prósentu, getur verið að vera getur að format might not agree with the argument count, þannig að vera að vara við, sko. En gerum nýja línu, en látum vita hérna fjöldi A í texta. Í texta gerir bókstafinn A fyrir 3 svo sinnum. Svo getur við líka sett. Og A kemur fyrir hérna getur við pælt hans í þessu. Sjáum við að A prósenta G sinnum og svo hérna numel af hvar A og A kemur fyrir 1 sinnum. Þetta er kannski ekki mjög margfræðilega flott. Hvernig myndum við vilja breyta þessu? Það var heimaverkefni til að leyfa því að vera því áfram. Og svo er eitt sem við getum gagnast hérna að það er fallið s-printf. Munurinn á f-printf og s-printf er engin nema bara sá að s-printf þá fáum við talnabreytu tilbaka. En f-printf prenta bara í skipunum. Þannig að hér get ég sagt ok. S-printf prófa hér tölu prófa ekki, eða 2 ekki, og látum þetta vera hérna fjöldi A í texta og numel sjáum við nú nota numel hvar aftur, þannig að vera eðlilegt að búa til breytu fyrir það líka. Og hérna stendur okkur ans samansem. Það er því við fáum breytunum tilbaka. Þannig að hérna ekki breyta samansem. Þannig að við setjum prósentumerki endan þá kemur ekki neitt. Þegar við setjum prósentumerki hér þá breytir það engu. Því að þetta er bara f-printf-fallið, það eina sem það gerir er að prenta í skipunum. En s-printf-fallið gefur okkur breytu sem við getum notað. Þannig að við getum til dæmis sett breytuna inn í disp. Þá prentast það út. Hér er tæknilega sé að vera prentað út en það er prentað út sem breytu. Hér er þetta prentað út sem texta. En við erum búin að fá það tölurnar inn sem stafabreytur inn í textabreytuna sem við vorum með, sko. Þannig að s-printf er eitthvað sem við munum nýta mikið og kannski ekki alveg
mikið sem mun gera núna en það mun nýtast sérstaklega mikið í ýmsum tilvikum. Hérna er sýndaði prenti út x saman sem rótum tveimur með engum aukastaf, einum aukastaf, tveimur aukastafum og svo þremur aukastafum. Notið f.f og hér má ekki nota round. Hér á að stýra aukastöfum því L er notað %f frekar en %g. Og hérna sjáum við ástæðan fyrir að við sáum í raun og veru engin áhrif þannig lagað þegar við vorum með %g og round og var það því að við fengum aldrei fleiri heldur en 6 tölustæði heild, við vorum mestalega með 4 tölustæði. Þannig að þegar við gerðum þetta þá duttum við ekki upp fyrir sko. Þannig að við stoppuðum ekkert en ef við hefum haldið áfram þá hefði alltaf fengið 6 tölustæði. En segjum þetta gott, Billy. Takk fyrir.